Þegar Landsbankinn keypti Lánasjóð landbúnaðarins árið 2005 fórst fyrir að aflétta ríkisábyrgð á sjóðnum. Vegna þess þurfti ríkissjóður að greiða 14 milljarða króna í fyrra. Ríkissjóður þurfti í fyrra að greiða tæpa 14 milljarða króna vegna áfallinna skuldbindingar Lánasjóðs landbúnaðarins. Landsbankinn keypti sjóðinn árið 2005 en þá afléttu menn ekki ríkisábyrgð sjóðsins. Í kringum hvert einasta bóndabíl á Íslandi talsverður rekstur. Það þarf að byggja húsnæði yfir skepnur, það þarf að kaupa tæki til að heyja og svo það allt hitt. Bændur þurfa því að fjárfesta og til að auðvelda þeim það, samþykkti Alþingi árið 1997 lög Lánasjóð landbúnaðarins. Honum var ætlað að tryggja landbúnaðinum aðgang að lánsfé til fjárfestinga á hagstæðum kjörum og stuðla þannig að æskilegri þróun atvinnuvegarins eins og það var orðað í lögunum. Aðeins 8 árum síðar, í október 2005, skrifuðu Halldór J. Kristjánsson og Sigurjón Þ. Árnason, bankastjórar Landsbankans, undir samning kaup á Lánasjóðnum. Fyrir hönd ríkisins skrifuðu undir Guðni Ágússon, þáverandi landbúnaðarráðherra, og Árni Matthísen, þáverandi fjármálaráðherra. Kaupverðið tæpir 2,7 milljarðar króna. Samkomulagið var lengi í vinnslu, heiðurinn af því fyrir hönd ríkissjóðs átti framkvæmdanefnd einkavæðingu. Og þar með hefði ríkið átt að vera laust allra mála. En nei, ríkisábyrgð á sjóðnum var aldrei aflétt. Í fyrra þurfti ríkið að greiða tæpa 14 milljarða króna þegar skuldbinding sjóðsins féll á ríkissjóð. Við hjá Lánasýslunni, þar sem ég starfaði þá, gerðum náttúrulega athugasemdir við það með hvaða hætti væri verið að selja sjóðinn. En tilmælin úr fjármálaráðuneytinu á þínum tíma voru þau að það þyrfti ekki að hafa neinar áhyggjur af því. Menn sögðu sem svo að þetta væri að fara inn í Landsbankann og Landsbankinn væri svo stöndugur banki að þetta myndi aldrei lenda á almenningi. Og þetta er bara einn af þessum stærðum sem að lendir á almenningi í landinu vegna klúðurs í stjórnsýslu á sínum tíma sem að nóg virðist hafa verið af.